Frábært að fá þig heimsum. Bara gaman að vera komin. Land síðan kom ekki síðast. Já. Eða var það hér, eða? Nei, það var reyndar ekki hér, en við tókum náttúrulega, ég tók náttúrulega örgulega, ekki tekið svona 4-5 viðtöl við hver í myndina. Jú, ég man að ég kom eitt með Aroni í viðtal til þín. Ég held að það hefði verið hér. Já, einmitt. Þegar að Nova var með eitthvað dæmi og það var sagt bein útsending, það var hérna rétt hjá. Já, ok, já. Þá já, þú ert með gott minni maður. Já, ok. Nei, því þú í myndin okkar Jökullinn logar, þá varst þú náttúrulega eina af svona aðal sögunum okkar, þannig að við tókum nokkur viðtöl, en ég fór samt ekki á heimsótti þig á þeim tíma eins og við fórum út sko til Arons og Gylfa í Wales og Jóa Berg í London. Þá held ég að þú hafi verið í Rússlandi, ekki rétt hjá mér. Þannig að það var svolítið langt að fara. Það ekkert margir að koma þangað, sko, í heimsókn. En svo kom maður seinna, sko, þegar ég sýndi myndina á rétt fyrir HM í borgunum í Rússlandi sem þið spilið, þá fórum við til Rostov. Og þetta var dundrandi fín borg. Geggjuborg. Ég, sakna hennar mjög mikið, sko. Það ekki? Já. Ég bjó í, senast 3 borgum í Rússlandi, en já, Rostov var 3. senast borgin sem ég bjó í og þá var ég náttúrulega búin að aðlagast Rússlandi áður en ekki þangað, hann með leið mjög vel þar, en við fannst líka bara besta borgin af þeim, en Hverja voru þetta hinnar? Fyrst fór ég til Krasnodar og eftir það fer ég til London, en síðan fer ég aftur til Rússlands og fer ég til Kazan. Og Kazan talin svona, hún er þriðja svona höfuborg Rússlands. Já, ok. Á eftir Moskvu og Petersborg. En ég veit, þú veist að veltur náttúrulega bara á því hvaða fólk í kringu og svona og hvernig gengur náttúrulega í fótboltanum. En mér fannst það ekkert rosalega skemmtileg borg. Maður þekkti ekkert marga hana. Sko þessar borgir sem þið spiluðu í HM, þá var náttúrulega Moskva, Rostov og svo Volgograd. Það var svona eins og maður hefur ímyndað sér gamla Rússland. Það var svolítið svona stalinísk, kommunísk borg með risablokkum. 100% og hana stóra styttan hana. Sástu hana? Já, einmitt. Hún er rosaleg, sko. En ég hafði aldrei farið til Volgograd áður, en við fórum þangað að spila. Hvað heitir þessi stytt? Þetta er einn stærsta stytt. Mamaeva eða eitthvað. Lady Mamaeva. Ég man ekki alveg, eitthvað svo leys. Er þetta ekki eitthvað tengt, eitthvað Mother Russia eitthvað svo leys? Jú, og mér minnir, þetta held að hafa verið á þessum hóli þar sem að, þú veist, það gerðist eitthvað merkilegt í seinni heimsstyrjöldinni. Ef ég er með undan rétt, sko. Ég held að þess vegna verið sett hana og ég hef meira sér hort á YouTube-vídeó hvernig, sko, hún var byggð. Þetta er alveg ótrúlegt dæmi, sko. Já, þetta hún byggð fyrir svo mörgum ára síðan og já, bara... Þetta var rosalega mannverki, maður var að labba upp einhverja tröppur rosa lengi, það ekki? Jú. Hún er þarna upp á hæðinni. Já, þetta er náttúrulega bara huge, sko. Og maður heldur eitthvað svona sem maður kannski veit ekki neitt hvernig hlutur eru byggðir, þá held ég að þetta væri bara steinn. Þú veist, bara heitt steinn einhvern veginn, en hún er hóla innan. Já. Þannig að það er hægt, þú veist, það eru einhverju stigar hana inn í og hægt að gera eitthvað á græja, sko. Mjög töff. En síðan, já, ég sá ekkert borgina þá. Þú ert bara, fer á flugvöllin, lendir á flugvöllinum, fer í rútun upp á hótel og svo framvegis. En síðan er kona mín frá Volgograd. Við fórum hana örugglega fyrir svona ári, cirka, að heimsækja fjölskylduna hennar. Og þá sá ég einmitt, sko, það var svona mjög rússnesk borg, eins og þú komst inn á. Og Rostov er það líka, og Krasnodar. Kazan aðeins minna, kannski, aðeins svona meira modern. En það var eitthvað við Rostov sem að ég alveg gjörsamlega elskaði. Mér finnst Rostov myndi mér svolítið á Odessa í Úkraínu, þarna við Svartahafið, það sem að eru svona einhverju svona bílar með einhverja cappuccinoa og þetta er svolítið svona hipstera stemning þarna líka, sko. Já, sagðirðu Rostov? Já, Rostov. Já, ég hef aldrei farið til Odessa, sko. Odessa er geggjuborg. En erum við, sko, það sem ég upplifði, ég hafði komið einu sinni til Rússlands, ég fór, sko, í kosninga eftirlit 2011 eða 12, þá var ég sendur til Síberíu
og ég hugsaði mitt bara hvað ég, en þá endaði ég í höfuborginni í Síberíu sem hérna Novosibirsk og þá kom mér einmitt óvart að það voru bara eitthvað svona modern kaffihúsakeðjur og strax þá sko og þá hugsaði ég einmitt að ég er búin að ferða svo mikið, við erum alltaf með svo mikið fordóma og við erum búin að ákveða eitthvað sé einhvern veginn og jafnvel þegar HM var í Rússlandi þá var fólk einhvern veginn ég held að þetta væri eitthvað stór hættulegt að fara þarna og eitthvað, þú veist, nú er konaðinn frá Rússlandi, þú veist, ert þú ekki búin að upplifa ennþá og þú er búin að búa þarna, þessi svona einhvern veginn stereotípu fordómar, sko. Jú, 100%, það er náttúrulega þannig og það er þannig allstar, það er ekki bara náttúrulega varandi Rússland, en ég maður þegar ég var að fara fyrst til Krasnodar 2014 eða eitthvað, þá var maður alveg svona með hnút í maganum. Bara hvað, þú veist, ég bara fara einn þangað eitthvað og já, hræddur við að þetta væri bara eitthvað hræðilegt place. En svo, og sjálfsögðu kom ég ánga og lenti í smá menningasjokki og allt það, en maður, bara venst í að vera þarna og kynnist fólkinu og allt það, þá er þetta ekkert slæmt, sko. Það, veist, allir rosalega næs og tilbúin að hjálpa manni og Rússarnir eru alltaf að reyna að hlæja og hafa gaman og Ég upplifði rosa, ég er með rosa góðan feeling fyrir Rússum eftir ferðina mína sko. Já, ég var í viðtali einhvern rússneskan blaðamann bara fyrir nokkrum dögum og þá spurði mig einmitt út í stereotypuna af Rússanum sem að drekkur svo mikið og hann sagðist að hafa verið hann á HM eða EM og hafa hann verið að drekka með einhverjum svíum hann sagði bara þeir hefur verið crazy, sko. Þeir drukkið miklu meir en hann og daginn eftir bara verið bara ferskir en hann verið algjör rústi og ég sagði við hann, þetta er alveg rétt, þú veist, að því ég bjóst við því að koma í eitthvað rústinslið og það væri bara endalaust fyllir í og eitthvað villisa, en það var ekki þannig, þeir voru mjög professional og drukku bara lítið af eitthvað, sko. Hvað ég oft pælti þegar maður er atvinnumæður í fótbolta, manni líður stundum eins og það sko, sem er skiljanlegt að, að það bara, það hvaða lið þú ert að fara í og það hvaða deild þú ert að fara í sé aðalatriðið en borgin sem þú ert að fara að búa í sé aukaatriðið. Því kannski er það metnaðarleysið í mér en ég oft hugsa bara, þú veist, ef þú verður að fara í ítölsku deildina þá væri, þú veist, rosa næs að fara til Fiorentina því það er Flórens, sko. Og ég var nú bara að spjalla við Gulla Viktor vin minn daginn og þá var ég að spyrja hann svolítið út í þetta, bara hvað, þú veist, spilar það ekkert einhverja stóra rullu hjá okkur, bara hvert þið eru að fara? Jú, það gerir það og eins og þegar ég fyrir Fulham á sinni tíma þá voru þeir í næstefstu, eða þú voru í Championship og ég er ekkert, þú veist, og ég var að taka með launalækkun, töluverða launalækkun til þess að fara ánga. Ég er ekkert vissum að ég hefði gert það ef þetta hefði ekki verið í London. Einmitt. Það spila alveg inn í, en stundum lendur líka bara í því að liðið sem þú ert hjá vill bara selja þig, það komið gott tilboðið eða bara vil ekki hafa þig lengur að þeir eru búin að vera lélegur og þá verður þú eiginlega bara að fara eitthvað annað og þá úst, til dæmis, sérstaklega ef þeir eru búið að ganga illa þá ertu ekkert með endalaus möguleika það er kannski ekki 10 lið á eftir þá færðu kannski bara 1 lið og þú eiginlega bara verður að taka það þannig að það getur líka verið svoleiðis og svo eins og getur líka bara komið þannig tilboð til þín persónulega sem eru bara að, það getur verið frábært lið sem er í skítaborg að þú sér tækifæri í því að spila fyrir gott lið eða þú getur farið í semigott lið sem að bjóða rosamlega peninga og þá ertu kannski ekki alveg tilbúin að sleppa því. Nei, þetta er ekki alltaf svona einfalt eins og kannski sumir gætu haldið. Nei, mér finnst bara eitthvað, þetta er svona vinkil sem að mér kannski, eins og þegar Viðar Örn var komið til Tel Aviv, sko, ég hef verið í Tel Aviv og bara þetta geggjuborg og vera bara aðal kallinn þarna, þetta er sniðugt múf, sko. Já. Þú veist, einhvern veginn, að þetta hljómar kannski á yfirborðinu, einhvern veginn Ísrael en þú veist, fyrir mér var bara að þetta myndi ég gera ef ég væri í hans borgum, sko. Já, ég fekk til dæmis, tilboð frá Ísrael, en að, held að bara verið 2009 eða eitthvað. Þá var það í Haifa. Já, Maccabi Haifa. Já, það var Maccabi Haifa, ekki Hapoel. Ég held að það sé til Hapoel. Já, það eru 2, já. Það var aldrei Maccabi og það var bara, þú veist, lúkkaði allt saman mjög spennandi og flott lið og allt það, en
ég var bara hræddur að fara á það því að það væri eitthvað stríð eða eitthvað slags. Það voru sömu fordómanir gangi þannig, eins og maður hugsaði kannski Rússland þá. En ég meina síðan að í dag náttúrulega stríð í báðum en nokkuð löndum. Þannig að það var ekki þá, þannig séð. Þannig að ég veit það ekki. Maður náttúrulega getur heldur ekki bara verið að lifa lífinu hræddur endalaust. Þó svo maður sé alveg kannski hollt að hafa áhyggjur stundum. En ég veit að pæli þessu sko, ég held að Roy Keane hafi einhvern tíðan talað að þú veist, þegar hann var að tala loyalty í fótbolta, þá sagði þú veist, við erum bara gjötstykki sko. Það er svona, ef við bara hugsa það sem best fyrir okkur og þá var maður að hugsa þetta mjög vel borgað þú ert komin á hátt level, en maður hugsa fyrir venjulegt fólk að setja sig í þessi spora, þú ert kannski í einhverju vinnu, þú ert búin að kynnast frábærum vinnufélögum, fíla borginu rosa vel, svo bara fara allir, það er verið að selja þig, bara drulla þeir í burtu. Þetta rosa skrítin, eins og segir, þú ert kannski búin að koma þér svaka vel fyrir í Kaupmannahöfn, svo bara allt í Rússland. Hvað og mér finnst þess að það sé ekki algengt að leikmenn neiti að láta selja sig. Skilur hvað er að fara? Þú veist að þú værir bara ég bara að dyrka vera hérna og ég bara ætla ekki að samþykja að fara. Nei, þetta er erfitt sko, en þú veist, þegar þú ert að vinna þig upp á við, þá ert ekki að fara að segja nei við ykkur, að fara í betri deild í betra lið sko. En þú ert komin á hæsta levelið og búin að koma þér vel fyrir og þið líður vel og ert með börn í skóla eða eitthvað svona, þá náttúrulega er þetta allt annað dæmi sko. Þannig að þá er miklu erfiðar að fara að færa sig og þú veist, þá getur ekki bara að hugsa sjálfum þig, með konu og börn og þau eiga líka vini og þau þurfa að fara nýja stað og nýja skóla og svona. Þannig að það er það nýbúið að gera sko, Liverpool voru nærriði búin að kaupa Subamendi, spænska gæja núna í sumar og svo kemur bara á síðustu stundu, hann bara hætti við að fara og vil bara vera áfram í Baskalandi sko, í Real Sociedad og öllum fannst þetta bara svo fráleitt og fáránlegt. En það hugsa maður einmitt, þú veist, þetta gæi sem alin upp þarna, þú veist, allir vinindir hans eru þarna, fjölskyldan, allt tengslaneti, ég veit ekki hvort að hann á börn og svona, en þú veist, mér finnst þetta skrítið að þetta gerist ekki oftar, sko, að menn séu bara, ég er bara rosa sáttur hérna. Já, mér finnst þetta eins og sé aðeins meira núna, mér finnst eins og leikmenn, sérstaklega ungir leikmenn, þeir eru orðnir aðeins róleri, þú veist, þegar ég var ungur og ég og einhverju strákar í kringum mig, mér fannst eins og við vorum aðeins meira svona desperate að komast út, eins og ef það gerist ekki núna þá gerist það aldrei, en eins og núna það er fylgst svo vel með, þú veist, það geta allir hort á alla leiki online og mér finnst svo strákar bara og stelpur skilur vita það, ef þið eru bara að standa sig þá mun tækifæri koma, mér finnst komin aðeins meira ró í sérstaklega yngra og mér finnst menn vera aðeins byrjar að hugsa sér betur áður en fara að færa sig. Hvernig var það þegar þú varst sko bara ungur leikmaður á Íslandi? Veistu, manni finnst þér svo í sömu tilvikum þá er bara alveg vita, þessi gaur er bara, ef hann meiðist ekki það hann er að fara að mega sko. Veistu sjálfur, ég er að fara í atvinnum sko, eða getur það bara verið aldrei random? Ég eftir mér Já, bara þegar þú varst ungur til dæmis, hvenær fannst þér eins og þú vissir bara, ég er að fara frá Íslandi? Mér fannst ég aldrei vita það, sko. Og ég var orðin frekar svona stressaður að þetta var ekki að fara að ganga upp hjá mér, sko. Af því að maður sá aðra stráka sem veist, mér fannst þeir ekkert að vera betri heldur en ég. Þeir voru að fá tækifæri til að fara út og ég bara, veist, fannst þess að ég var að fara að missa lestinni, sko. En svo tók ég svona hvað segir maður, executive decision og maður var í einhverju bæjavinnu eða úlingavinnu, ég man ekki alveg hvað það var og var í skóla og fór mikill tími í það og ég talaði við foreldra mína og sagði bara, ég ætla bara að hætta að vinna, ég ætla að hætta í skóla og ég ætla að fara að æfa 2 ára á dag. Það sem ég æfi þá 1 í hádeginu og svo æfi ég með fylki bara á þeim tímum sem þar æfingar eru og því að ég ætla bara að koma mér út og fekk sem betur fyrir bara 100% stuðning frá þeim og þá reynda fann ég þegar ég var, þá var ég virkilega skilur með eitthvað markmið og ég var að æfa mjög hart sko og ég fann það bara hvernig ég varði einhvern veginn
ég var að bæta mig hraðar heldur en hinnir. Ég fann á æfingum að ég var einhvern veginn aðeins fljótari og aðeins sterkari og þá fór ég svona að hafa meiri trú á þessu, en ég var aldrei neitt örugur að ég mun fá tækifæri, sko. Ég ekki alltaf klassísk, sko, pæling með svona talent versus hard work. En fótboltinn ekki komin á svona einhvern veginn það hátt level að jafnvel einhver sem brjála talent með rosalega hæfileika, að ef hann leggur ekki inn sömu vinnu og hinnir, þá hann að fara að dragast aftur úr. 100%. Það hefur alltaf verið, hard work pays off, og ef að talentin nennir ekki að leggja neitt á sig, þá minnkar alltaf bilið á milli þessa leikmanna. En eins og segir í dag, mér finnst þess að bilið sér orðið ennþá minna, af því að leikurinn orðin svo taktískur og það svo mikið af góðum leikmönnum sem eru tilbúin að leggja mikið á sig. Þannig að bilið alltaf að minnka og þetta náttúrulega eins og Lars sagði alltaf, þetta er bara hlaupasport. Einmitt. Þú veist, þeir sem þú getur verið besti leikmaður heim, en ef þú ert ekki í neinu formi, getur ekki hlaupið, þá getur ekki gert neitt á vellinum. Þannig að formið alltaf númer 1 og svo náttúrulega svo þetta bara stríð náttúrulega. Það eru fullt af návíum og boltum sem þarf að vinna og ef þú ert tilbúin að hlaupa mikið og vinnur meira en 50% af dúelunum, þá er komið langa leið með að vinna leikinn, sko. Þetta frábæð punktur, sko. Ég hef áhugast af því aftur, svo ég vitna aftur í Liverpool, ég held með Liverpool. Ég horfa ekkert mikið á fótbolta, en svona, alveg frá því lítill krakki alltaf haldið með Liverpool. Núna, í fyrsta leiknum í úrvalsdeildinni, þá tekur þjálfarinn Kwanza miðvörð út af í hálfleik. Bara dálítið nýr þjálfari og ungur leikmaður, og hann bara tekur hann út af í hálfleik. Og svo held allir að hann hefði verið eitthvað meiddur eitthvað. Hann segir bara, ég horfði bara á það taktist, við vorum bara að tapa mikið af dúelum. Og í seinni hálfleik gjörbreytist leikurinn og Liverpool vinnur leikinn að hluta til kannski út af bara mitt, því þetta orðið svo taktist og menn að spila frá vörninni, svo bara gamla góða að tapa mikið að skalla heimjum. Þá getur það kannski bara verið lykilatriði að allt sé að fókast upp á vellinum, sko. Já, það skiptir máli og svo það líka bara, ég meina, þá getur unni sem hafsend. Þú getur unni dúvilið þitt, sko, en þú veist ekkert hvert þú ert að fara að skalla boltan. Ef það er maður í andlitina þér, boltin fer bara ofta bara eitthvert, sko. Og ef sá bolti poppar niður á andstæðingin, menn þá þeir bara strax komnir eftir í sókn. Þannig að þetta snýst ekki bara fyrsta dúvilið, heldur að vinna seinni boltana, og það sá fókus að vera að reyna að reikna út hvar mun þessi bolti poppa niður, og vera fyrstur á seinni boltan oft, sko, eiginlega bara mikilvægara heldur en að vinna fyrsta dúvilið. Þetta finnst mér að vera mitt stóra breytingin í fótboltanum frá því ég var að horfa á hann sem, sko, krakki og unglingur. Þá var nánast bara ef ég vann skallaðið mitt, þá var ég ekkert að pæla í hvert bolti fór. En nú þetta orðið svo mikið fara að snúast svo rosalega einmitt possession og pressu og annað. Hversu mikið hægt að æfa sig í eins og þegar þú ert varnarmaður? Að þú ert að fara upp í eitthvað bolt og þetta náttúrulega bara öll orkan þín bara að fara í að reyna að vinna skallaðið, en á sama tíma þarftu líka vera að hugsa, get ég náða sjá til þess að boltinn fari aðeins lengra þarna eða aðeins lengra þarna. Þú veist, hvar leikur línun á því hvenær þú hoppar upp í eitthvað og þú ert bara að reyna að ná boltanum, eða þú hoppar upp í eitthvað og þú ert smá séns að stýra því hvert hann fer? Bara til endalaus situation, skilur, mismunandi, en að þú sér það bara að framherinn eða whatever, hann bara ekki nógu nálagt þessu, hann aldrei að fara að ná að challenge þig. En hann getur kannski truflaði pinkulítið. Þá ertu, þú veist ég fyrstur á boltanum, þá getur ég jafnvel reynt að stýra honum á samherja. Og náttúrulega þú ert alveg einn, þá getur ég jafnvel tekið boltan niður náttúrulega. En ef það bara gæi sem jafn stór og þú og hann að fara að hoppa og þú ert að fara að hoppa, þá ekkert hægt að reyna að stýra boltanum til dæmis á samherja. Og þá eina sem þú ert að hugsa að bara skalla hann eins langt í burtu þá getur. Og svo fer eftir í hvarverstavellinum, ef þú ert að fara í þetta í miðurhringnum, þá bara skallar hann bara beint áfram. En ef þú ert að fara inn í dúli inn í þínum eigin teig, þá reynir að skalla hann út til hliðana. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.